Bæjarhátíð og fjölskylduskemmtun austur Húnvetninga Húnavaka verður haldin dagana 14. til 17. júlí næstkomandi en það eru systkinin Kristín og Eysteinn sem sjá undirbúning og skipulag hennar. Við spurðum þau hve lengi hátíðin hefur verið haldin. Sko, hún var haldin með öðru sniði hérna á árum áður þegar ég var ábyggilega ekki fædd. Það var Húnavakan haldin í viku hérna og það voru ýmsa skemmtanir í gangi og þetta er svona eitthvað sem mamma man eftir. En Húnavakan með þessu sniði, þriðju helgin í júlí, hefur verið haldin svona síðustu, myndi ég halda 12 ár. Og síðustu 12 ár, hefur þetta haldist svipað í sniðinu síðan? Hvernig er það? Þetta hefur verið alltaf þessi helgi í júlí sem við höfum haldið og þetta breytast dagskráliðir eitthvað en svona já, ég myndi segja að þetta sé búið að vera svona með nokkuð svipuðu sniði en auðvitað með alltaf einhverju nýju í ár eftir ár. Fjölmargir ólíkir viðburðir verði í boði þetta árið en það eru meðal annars ratleikir, kótalettukvöld, útsýnisflug og svo munu konur sitja að tóvinnu í textiliðnaðarsafninu og gestum er boðið að spreyta sig á vinnubröðunum. En hverjir eru stærstu viðburðirnir þetta árið? Sko ég myndi segja stóri fyrirtækjadagurinn sem haldinn er á föstudeginum. Hann er búinn að vera síðustu 3 ár þar sem að nokkur fyrirtæki á Blönduósi opna húsin fyrir gestum og gangandi og bjóða upp á veitingar og eru með frábær tilboð í gangi og það er oft svona frekar stór viðburður á hátíðinni. Og svo náttúrulega erum við með dagskrá á laugardeginum þar sem að ýmsir skemmtikraftar koma fram og eru þar með söngvakeppni fyrir börn. Og svo svona hápunkturinn á hátíðinni myndi ég segja væri kvöldvakan kvöldið. Það sem er brekkusöngur og þetta árið tekur á móti sól nokkuð lög en þeir eru með stór dansleiki í félagsheimilinu á laugardagskvöld. Þannig að það er nóg að vera. Og hefur þetta vanalega verið vel sótt? Eru Húnvetningar duglegir að gera sig glaðan dag og mæta? Já, þetta hefur verið bara mjög vel sótt myndi ég segja og þetta er náttúrulega svolítið mikið af fólki sem kemur, það er náttúrulega svona burtfullir blönduósingar sem eru að koma í heimsókn til vini og vandamanna og það er náttúrulega mjög ánægilegt að sjá alltaf þá koma aftur og halda svona tryggð við heimahagann og þessi helgi hefur oft verið fyrir valinu en auðvitað ræðst þetta veðri og fleiri slíku en veðurspáin hefur alltaf verið góð og veðrið í kjölfarið þannig að ég á ekki von öðru en að hún verði áfram vel sótt þetta árið. Hvað eru margir sem koma að svona hátíð með einum eða öðrum hætti? Hafið þið hugmynd um það? Nei, en það eru ofboðslega margir sem gera það eins og segja, eins og á þessum fyrirtækjadegi þá eru náttúrulega mörg fyrirtæki í bænum sem eru tilbúin að opna hús sín. Svo náttúrulega eru bara fyrirtæki í bænum almennt að styrkja vel við hátíðina og bærinn líka þannig að bara margir hjálpast að til að hafa þetta sem flottast. Og þú talaðir aðeins veðrið áðan, þið látið það sem ekkert stoppa ykkur, er það? Nei, við erum alltaf með plan B og plan C ef því er að skipta en þetta lítur ágætlega út núna, eins og maður segir 7-9-13, þetta er ekki timpur en þetta lítur ágætlega út núna og við vonum að það allavega haldist, að veðurfræðingarnir séu allavega með þetta nokkuð rétt, þannig að við erum bara mjög spennt fyrir helginni og ég held að veðrið verði ekki vandamál. Hvenær byrjið þið að skipuleggja hátíðina? Byrjið þið bara daginn eftir að henni lýkur? Skipuleggja þá næstu? Nei, ég myndi kannski ekki alveg segja það. Nú erum við að halda þessa hátíð, við erum umsjónaraðilar, þetta er 4. árið okkar. Ég myndi segja svona upp úr áramót, þá erum við svona farin að huga allavega bóka skemmtikrafta og svoleiðis og svo bara er mest að vinna kannski svona í maí og júní. Við erum að koma út bækling sem við gefum alltaf út í tengslu við hátíðina og svo þessi vika fyrir hátíðina, þá er yfirleitt nóg að gera. Það er rosalega mikið af bæjarhátíðum orðið allt land og fólk getur bara valið hvar á landinu það vill vera og þess vegna allt veðrið. Er ekkert erfitt að bóka skemmtikrafta? Gengur það vanalega bara vel? Það hefur gengið hingað til mjög vel og við erum voðalega heppið með það en eins og ég segi sko að þá eru bæjarhátíð út allt þessa helginni, ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvað eru margar hátíðir á sama tíma en við auðvitað eru allir velkomnir hingað en auðvitað er þetta fyrst og fremst náttúrulega mikið af gestur sem hafa verið búsettir hérna eða tengingu við bæinn á einn eða annan hátt og svo náttúrulega bæjarbúið sjálfur. Það er svona uppistaðan að okkar gestum og þeir halda tryggð við sinn bæ, Blönduós. Og talandi að halda tryggð við sinn bæ, þú ert brottfluttur héðan en kemur samt árlega til þess að skipuleggja Húnavaku? Já, ég var nappaður hérna í þetta verkefni þegar ég bjó hérna. Ég flutti hérna og var hérna í 2 ár, áður en ég fluttist aftur suður og þetta er bara fasta punktur hjá mér og minni fjölskyldu að koma þessa helgi og ég er náttúrulega með mitt fólk allt hér þannig að það er bara aðeins að koma heim og fá að taka þátt í þessu. Og þitt fólk, það er meðal annars þið eru systkini. Hvernig gengur að vera svona systkini saman að skipuleggja þetta? Er engar systkina erjur? Það gengur bara ótrúlega vel og okkur hefur nú bara yfirleitt samið mjög vel.
Meira þess að þegar hann er náttúrulega 2 árum eldri en ég eins og sést sko. Nei. Þetta er ekki flókið, þetta er eiginlega betra, ég er fyrir sunnan og hún hérna, þá getum við ekki slegist og ég er ræð, ég er eldri og hún verður bara að hlýða, þetta er ekki flókið. Gera bara sem mér er sagt. Er það þannig í alvöru? Nei, ég myndi nú ekki segja það, en okkur semur bara mjög vel og hefur alltaf gert, þannig að þetta gengur bara mjög vel. Herðu, ég bara þakka kærlega fyrir og gleðilega húnavöku. Já, sömuleiðis, takk kærlega. Takk fyrir.